Velkomin í Loftslagsatlas Íslands. Á upphafssíðu Loftslagsatlasins að finna loftmynd af Íslandi og stutta kynningu á verkfærinu sjálfu. Til þess að virkja atlasinn, svo unnt sé að nýta hann til þess að skoða gögn, þarf að smella á opna loftslagsatlas eða stækka loftmyndina af Íslandi með því að smella á hér. Þegar atlasinn opinn birtist valmynd efst á skjánum, þar sem hægt að velja loftslagsvísa, svo sem vísa hitafar, úrkomu og sjávarstöðubreytingar. Hægt að velja að sjá loftslagsvísana fyrir allt árið eða fyrir mismunandi árstíðir. Þegar þú ferð yfir kortið geturðu séð lágmarks- og hámarksgildi fyrir svæði. Næst hægt að velja hvaða sviðsmynd hnattræna losun á að skoða. Hægt að velja hvaða gildi atlasinn á að sýna, breytinguna, hlutfallslega breytinguna eða gildið. Neðst á síðunni hægt að skoða þau gildi sem birtast fyrir 3 tímabil til framtíðar, byrjun aldar, frá 2015 til 2040, miðbik aldar, frá 2041 til 2070 og lok aldar, frá 2071 til 2100. Efst til hægri hægt að velja hvort upplýsingarnar eigi við Ísland í heild sinni eða ákveðin svæði, en atlasinn getur birt gögn fyrir 110 þéttbýlisstaði á Íslandi. Þegar þú hefur valið svæðið birtast 2 línurit sem eiga við það. Efra línuritið sýnir yfirlitstölfræði, meðaltal, miðgildi, 10 og 90 hlutfallsmark. Neðra línuritið sýnir gildi fyrir öll líkön, fyrir söguleg gögn og framreikninga til framtíðar, það frá 1950 til 2100. Ef þú velur að skoða 110 staði í kringum Ísland, sérðu annaðhvort einstaka staði eða hóp af stöðum með plúsmerkinu. Ef smellt á eina af þyrpingunum, birtast fleiri staðir. Með því að smella á táknið upp í hægri hornum línuritana hægt að velja á milli ýmissa möguleika birtingu gagnanna. Til dæmis hægt að skoða línuritin á heilum skjá. Einnig hægt að prenta þau út. Eða hlaða þeim niður í mismunandi sniðum. Hægt að sækja gögnin sem CSV og Excel skrár frá sérstökum hnappi undir línuritunum. Þannig hægt að nota gögnin til frekari greiningar eða til að búa til sérsniðin línurit.
Að lokum hægt að skoða gögn yfir mögulega útbreiðslu sjávarflóða með 20, 50 og 200 ára endurkomutíma. Og hægt að birta fyrir nútíma, árið 2100 og árið 2150 fyrir 2 sviðsmyndir. Þessar upplýsingar hægt að skoða fyrir allt Ísland eða fyrir mismunandi svæði. Hægt að velja mismunandi grunnkort til þess að skoða gögnin í atlasnum. Hægt að smella á upplýsingaknappinn fyrir frekari upplýsingar.